Utanríkisþjónustan mun áfram eiga regluleg samskipti við fulltrúa tyrkneskra stjórnvalda vegna hvarfs Hauks Hilmarssonar í Sýrlandi þótt borgaraþjónustu þætti málsins sé lokið að sögn utanríkisráðherra. Lögreglan rannsaki mál hans sem mannshvarf. Heimir Már Pétursson. Varaþingmaður Samfylkingarinnar spurði utanríkisráðherra út í það á Alþingi í dag hvað hann og ráðuneyti hans hefðu gert til að komast að því hvað varð Hauk Hilmarsson sem talið væri að hafi fallið í átökum á yfirráðasvæði Tyrkja í Sýrlandi hinn 24. febrúar. Samkvæmt alþjóðalögum ber Tyrkjum að veita upplýsingar afdrif þeirra sem þeir fella í stríðsátökum sem þessum. Íslenska ríkið sem og aðstandendur Hauks eiga rétt á að vita hvað hefur orðið Hauk. Utanríkisráðherra sagði stjórnvöld hafa leitað aðstoðar helstu vinaþjóða í þessu máli og leitað upplýsinga hjá Tyrkjum. Íslensk stjórnvöld hafa ítrekað óskað eftir upplýsingum um máli frá tyrkneskum stjórnvöldum og fengið staðfest eftir mörgum leiðum að þarlend stjórnvöld telji Hauk af. Fjölskylda hans hefur verið upplýst það eins og öll önnur skref sem tekin hafa verið í leitinni að Hauki. Við teljum borgaraþjónustu þætti málsins lokið í bili en lögreglan rannsakar málið sem mannshvarf. Utanríkisþjónustan mun áfram eiga reglulega samskipti við fulltrúa tyrkneskra yfirvalda í tengslum við þetta mál. Margrét sagði óásættanlegt að það væri ekki hægt að komast að hinu sanna í málinu. Telur ráðherrann að hann persónulega hafi gert allt sem í hans valdi stendur til þess að finna Hauk eða lík hans ef hann sannarlega látinn og tryggja að það verði flutt heim. Ég hef gert allt það sem í mínu valdi stendur til þess að hjálpa til í þessu máli og ef það eitthvað sem við getum gert til þess að hjálpa frekar til við þetta erfiða mála þá munum við gera það.